Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Jesús dó fyrir þig svo að þú getur átt líf í fullri gnægð. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við viljum hvetja þig til þess að deila samkomunni og verum hvatning fyrir aðra að koma í hús Drottins og lofa hann. Eða vera bara heim í stofu og lofa hann með okkur á samkomu.
Við ætlum að loka við þetta, við ætlum að vera í húsi hans. Og þeir sem heima eru, þeir fá að vera með líka. En við ætlum að lofsyngja hann í dag því hann er verður. Má ég heyra amen? Drottinn er góður, við ætlum að gleðast í dag, við ætlum að heyra orð hans í dag, við ætlum að endur nær okkur til anda, sálar og líkama og við ætlum að fara út í nýja viku og vera þakklátt og glöð og halda áfram og gera betur. En við ætlum að biðja saman, ég ætla að biðja Guð að vera með okkur hér í dag. Endilega biðjið með mér. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir þína trúfesti, ég þakka þér fyrir að þú ert sá sem þú segist vera, Drottinn. Þú ert allt sem við þurfum. Ég bið að mæta okkur hér í dag, Drottinn, ekki bara til andar og sálar, heldur líka til líkama, Drottinn. Ég bið svo mætir okkur, Drottinn, ég bið mætir þörfum okkar og ég bið þess, Drottinn, þegar Halldór talar hér á eftir, að mætti tala þitt orð og það mætti fara inn í innstu fylgsni, anda, sálar, liðamót og merg. Og ég bið Drottinn, gera eitthvað nýtt hér í dag. Í þínu heilaga nafni, amen. Og endilega lofi ég Guð áfram með okkur. Love,
halleluja, því ég hræðist ekki óvinir. Nú syng ég halleluja, hærra en öll vantrúin. Nú syng ég halleluja, og vopnið það söngur minn. Nú syng ég halleluja, með mér stendur himinninn. Storminum í skal ég syngja mér lag. Hærra og hærra vil ég lofa hann hver dag. Öskunni stíg vonina finn. Sigraðir dauðann, þú konungur minn. Nú syng ég halleluja, með öllu sem innra Nú syng ég halleluja, ég sé að myrkrið hörfa fer. Nú syng ég halleluja, þá fær undur hans með dauða sér. Nú syng ég halleluja, óttinn flýr og sleppir mér. Storminum í skal ég syngja mitt lag. Hærra og hærra mun ég lofa hann hver dag. Öskunni stíg vonina finn. Sigraðir dauðann, þú konungur minn. Syngjum aðeins hærra, 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 syngjum aðeins hærra. syngjum aðeins hærra, Því ég hræðist ekki óvinir. syngjum aðeins hærra, Hærra en öll vantrúin. syngjum aðeins hærra, Vopnið það söngur minn. syngjum aðeins hærra, Með mér stendur himinninn. syngjum aðeins hærra, Því ég hræðist ekki óvinir. syngjum aðeins hærra,
Sér hver sá Jörð, tungl og sól játi þig Ekkert hindrar mig Þið lofa mig Nóttin dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Heyri þig Veröldin hneigir sig Sér hver sá Jörð, tungl og sól játi þig Ekkert hindrar mig Þið lofa mig Nú í sannleika Ég tilbið þig Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Syngjum Drottinn dýrðar Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Syng þér lov, halleluja Kom þú Drottinn minn Fagna vil, halleluja Kom þú Drottinn minn Syng þér lov, halleluja Kom þú Drottinn minn Fagna vil, halleluja Kom þú Drottinn minn Syng halleluja Syng halleluja Kom þú Drottinn Fagna vil, halleluja Kom þú Drottinn Syng þér lov, halleluja Kom þú Drottinn Kom Drottinn Jesús Kom Drottinn Jesús Kom Drottinn Jesús Kom Drottinn Jesús Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Syngjum Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Syngjum Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil vera nærri þér Drottinn dýrðar dvel mér hjá Ég vil vera nærri þér Ég vil
Ég vil vera nærri þér. Dásamlegt að syngja Drottinn dýrðar, ég vil vera nærri þér. Og veitu hvað hann lofar? Að fara aldrei burt frá okkur. Hugsaðu þér loforðið. Og við ætlum einmitt að tala svolítið loforð Guðs og á hverju við getum byggt loforð Guðs, á hverju það stenst. Við ætlum að tala það í dag. En áður en tökum samskotið okkar sem við gerum alltaf á sunnudagsamkomun okkar og þið getið tekið þátt, það koma á skjáin hérna upplýsingar hvernig hægt að leggja inn ef þið viljið taka þátt. Það baukur hér á borðinu hægra megin við mig séð og svo pósið frammi og við þökkum fyrir allar gjafir og þið sem heima sjálfsögðu ef þið viljið taka þátt í þessu með okkur. En næsta miðvikudag verður síðan bænastund. Klukkan 7 byrjum við á svona soaking, þeir sem ekki vita hvað það er, þá spilum við ljúfa og fallega tónlist og þá erum við með hljóðastund þar sem hver og einn fram fyrir Guði, getur staðið, setið, legið bara hálftími þar sem þú bara að tala við Guð og leyfa honum að tala við þig. Síðan 7:30 þá tökum við bænastund fyrir land og þjóð. Vitið það vika í kosningar. Skiptir máli hver stjórnar landinu, ekki satt? Og nú ég ekki að segja neitt bókstaf eða neitt sem þú átt að merkja við. Sumir sögðu og gáðu okkur það alltaf í kirkjónum. D fyrir Drottinn, F fyrir föðurinn, ég veit ekki, það var alls konar svona hint, ekkert svoleiðis í gangi. Þið kjósið eins og hjartað segir ykkur. Eina sem þið skuli ekki gera, elsku vinir, að kjósa ekki. Ef þið viti ekki hvað ég merkja við, þá farið bara inn, þið notið þennan rétt okkar og förum inn og við skýnum þá frekar auðu. Ekki satt? Tökum þátt. Við tökum þátt í samfélaginu okkar. Svo við ætlum á miðvikudaginn að biðja fyrir land og þjóð, biðja fyrir kosningunum, biðja fyrir næstu 4 árum inn í stjórn og svo sama hvernig þetta verður og hverju öðru því sem Guð leggur okkur á hjarta. Bænin öflug og kröftug og máttug. Amen. En við blessum ykkur og þökkum fyrir gjafirnar og við höldum áfram að lofa.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Syngjum saman. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every life. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
When I miss the light, the night is stolen. When I'm slamming all the doors you open, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I haven't reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm worth defending. When I'm tired of my pretending. Hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation, hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I haven't reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. I could rest here in your arms forever, 'cause I know nobody loves me better. Hold on to me, Jesus. Hold on to me. Þetta dásamlegt. Þetta band hérna og söngfólk og spilarar. Það er eitt að koma og kunna spila og gera það vel og þau getur gert það. Spila fyrir okkur alveg hérna bara allan dag og fram á kvöld. Svo er hin hliðin sem að gerir svona kirkju eða lofgjörðartónlist alltaf svolítið öðruvísi eða kannski meiri krafa svolítið á fólki og þau skila því og það er þetta að leiða þig og mig í lofgjörð inn að hásæti Drottins. Það er eitt að spila, svo er hitt að laða okkur, að draga okkur með inn í tilbeiðsluna. Það er þeirra hlutverk og þau skila því svo vel. Er ekki sammála? Dásalegt. Ég er hérna með vatnsbrúsa, ég er svolítið svona hóstandi og tjöldrandi. Þið þurfa ekkert að ágjöra mér, ég er ekki með COVID. Ég fekk að staðfest, ég hins vegar fekk fullt af þessum, við köllum bara svona kvef og flensuskít. Ekkert var í þetta, sko. Ég segi ykkur bara strax, þið vitið það. Já, þetta gerist. En ég hef ekki fengið þetta í mörg ár, en ég veit líka okkur þetta kom, en það er svo önnur að segja. Leta hins vegar ekki stoppa með að fara og náðu rollurnar mínur upp á fjall. Og helgin að sækja þær. Puðandi þannig, svona 50% öndun og það var klikkur. En þetta var svo gaman. Já, takk, þetta er alveg geggja. Hafið þið farið í leitir? Já, alveg bara 2 eða 3. Þetta er dásanlegt. Og bara, ég er búinn að sjá það betur, ég ætla bara að nefna eitt stað ef þið eru að ferðast á Snæfellsnesið, norðanverðu, Helgafellssveit.
þar sem vorum að spala. Það einn staður sem, ég veit ekki hvort nokkuð veit hann bara nema þeir sem búa þarna. Það heitir Hraundalur og hann ekkert langt frá þjóðveginum, þannig að það ekkert mál að stoppa og rölt inn yfir. Það alveg óbóðslega þetta fallegur staður. Ég sé já. Nei, í alvöru tali, ef þið hafið tíma, breytir engu. Best náttúrulega kannski á sumri til í góðu veðri, en líka í góðu veðri að vetri til, það líka allt í lagi. Svo hraunið liðast alveg fram í dalinn og það fullt af lækjum og ám og svona fossum og þetta alveg, og fjöllin í kring. Þetta eitt af þessum draumastöðum. Þá ekki búin að koma því til skila. Eða kíkið. Eitt sem langar að vinnast á viðbót, ég auglýsti bænastund næsta miðvikudag og hún verður 9. október. Þá verður samkomi hér, það laugardagskvöld. Þá verður samkomi hér í þessum sal á vegum United Reykjavík. United Reykjavík er 10 ára þessa mundir. Hver margir þekkja ekki? Það kannski, ég ætlaði að fara að spyrja hver margir þekkja, það kannski frekar, en einhver sem veit ekki hvað United Reykjavík er? Nei. Þeir eru að vinna alveg geysilega gott starf og hafa verið að gera það í mörg ár og þeir eru að halda upp á 10 ára afmæli sitt og gera það meðal annars á þann háttin að þeir fara svona á milli safnaða og halda samkomu þar inni og það verður hjá okkur 9. október og ég veit að þeir eru öll velkomin þar. Amen. Veitir nú við, ég er með eitthvað hérna í vasana sem það er að ná í og kveikja og já. Ég verður ekki að skipta glæru, sko. Sjáðu til. Eða hvað? Úps, nákvæmlega. Já, það skiptir ekki. Þessi takki. Ég er svo mikið tækni undir sjálfur að það var hægri tækni, sko. Ég ætla að tala þetta, akkeri fyrir sálina. Ég voru að tala að við myndum minnast það svo loforð Guðs og staðan er svo að mörg okkar vita og hafa meðtekið loforð Guðs. Sum ykkar þekkir loforðin vel úr Biblíunni og ritningunni. Sum ykkar hafa fengið spádóma og fyrirbæn og innsýn og þegar við heyrt Guð tala og hann hefur sagt eitthvað gott við ykkur uppröndi og gefur ykkur loforð. Og sumt af þessu hefur komið fram og svo er annað sem við erum að bíða eftir. Og við sungum það á þann að þú ert að vinna og starfa hvort sem ég sé það eða finn það. Mörg okkar, við gefumst upp. Það er engin dómur í því, það er engin að áfellast fyrir það að gefast upp ef ekkert gerist. Þið vitið hvernig það er að bíða og bíða og bíða að þá erum við í vandræðum oft. Við að þrauka. Það er ekkert óeðlilegt, það er ekkert skrítið. En það er eins og mikilvægt að átta okkur á hvað segir Guð loforðin sín. Þegar getum við hvílt í því áfram, jafnvel þó að ekkert virðist vera að gerast, að hann er samt búinn að lofa og hann mun samt standa við. Tökum bara, og ég ætla að byggja þetta svolítið á því, lofar hans ég fyrirheitið Krist, þar sem hann talaði til Abraham strax í byrjun. Munið til því. Í fyrsta lagi að lesa hérna úr Hebreubréfinu, bara brot úr versum sem ég ætla að taka eftir. Hlustið þetta. Hún er eins og akkeri sálarinnar, traust og örugt og nær alla leið inn. Ef ég tek bara þessa setningu, þá spurgum við, hvað er samhengi Halldór? Hún hver? Sigga? Nei, það er einhver hún sem er eins og akkeri sálarinnar. Og hvað gerir akkeri? Það neglir og heldur kyrru. Það sem kann að vera á hreyfingu, það sem stormar og vindar blása og hreyfa til, akkerið setur þau niður. Og hver vindur sem blæs í þjóðfélaginu okkar dag, í þínu umhverfi, í þínu lífi, getur blásið koll ef akkerið vantar. Það er mjög auðvelt að láta kastast fram og tilbaka
Biblían segir reyndar að við höfum ekki að kastast fram og tilbaka sérkun kenningavindi, en það er mjög auðvelt. Og þá er ekki einu svona bara að tala kenningar, það er hægt að kastast fram og tilbaka bara því að þau eru að bíða. Nei, nú gefst ég upp. Nei, nú nenni ég sig ekki lengur. Nei, nú er ég hættur að trúa. Nú er ég ekki einu svona lengur kristinn. Bara, þú veist, ég bara trúi ekki lengur á hana kristindóm. Þetta virkar ekki, þetta gengur ekki upp. Ég er að bíða og það, þú veist, þetta dugar ekki. Allt þetta getur kastað okkur fram og tilbaka, en þá er til akkeri sem bindur sálina niður. Festir og segir, sál mín er kjurr á sama stað, sama hvaða stormar blása. Sama þó að sé stórflóð, stórfjara, háflóð, háfjara, það breytir engu. Ég er staðfastur vegna þess að ég hef akkeri. Og Biblían segir okkur hvað þetta akkeri er. Og ég ætla aðeins að minnast á það. Má ég það? Það reynir að vera ekkert rosalega lengi. Já, eins sem þekki mig, sko. Já, svona er þetta. En til að byrja með, þá vorum við aðeins að rifja upp. Þetta er upprifjun, þetta er bara svona Gamla testamentið 101. Þetta er bara svona 101, þetta er bara basic. En þetta nafn og þetta sem gerist kemur fyrir aftur og aftur bæði í Gamla og Nýja testamentinu og við verðum að vita út á hvað það gengur. Þegar ég var lítið strákur þá söng í sunnudagsskólum. Faðir Abraham, og ég vissi aldrei hver þessi pabbi Abraham var. Hver er þessi Abraham sem alltaf verið að syngja? Og svo komst ég að því seinna meir og lærði það að Abraham er forfaðir ýmissa hópa og þar á meðal 3 stærstu trúarbragða heims eða áberandi trúarbragða heims. Gyðingdóms, þeir rekja sína ættir til Abrahams og hann var þeirra forfaðir. Kristindómurinn, sama. Og Íslam. Hann var líka. Og munið Abraham átti 2 stráka allavega hann svipuðu leyti. Og, já, hann átti örugglega miklu fleiri börn. Það er aðalega að tala um Ísmael og Ísak. Ísmael fekk blessun frá Guði líka og Guð blessaði hann. Þó að hinn strákurinn hafi verið sonur fyrirheitisins, þá blessaði hann Ísmael margvíslega með alls konar fólki og kynþáttum og margir vilja meina það að þar hafi síðan þróast eða verið það sem við köllum Arabaþjóðirnar í dag. Og þeir hafa svo sannlega fjölgað sér og áttu tímabil sem var stórkostleg menningar tímabil og reisn yfir þeim, mikið. Og það er ekki allt þeim að kenna hvernig ástandið er þar í dag. Það er sko ekki alveg lofa okkur því ef við myndur rannsaka það. En það er svona mál. Ég er ekki að fara þangað. Þetta er ekki sögulegt yfirlit að þessu leyti til. Þetta er bara verið að benda á að þessi Abraham, já, þetta var magnaður kall. Og hann fékk köllun. Ég er búinn að komast að því að þegar ég er 20 ára þegar ég frelsast, ég ekki líf mitt Guði og mér finnst það að fara að segja mér að ég ger eitthvað og þegar allir 20 ára, já, og þegar maður er frelsar á þessum tíma og á trú á Jesú Krist, þú ætlar bara að frelsa heiminn, sko. En það er ekkert sem þú getur ekki gert, svo. Guð í þér er meiri en nokkuð annað. Svo líður smá tíma og þá áttarlega því að þú frelsar ekki heiminn. Það er bara svoleiðis. Það er ekki, þú getur það ekki. Og var heldur ekki þitt hlutverk. En ég er búinn að komast að því að köllunin í Gamla testamentinu, þegar Guð kallaði menn og konur, þau voru rúmlega 20, sko. Ég meina, Móse var 80 ára. Takk til því. Hann byrjaði 40 ára muniði, hann draf manni, ég var að tala um þetta daginn, en 80 ára þá loksins. Ok, Móse, nú gerum við þetta. Þegar Guð kallar Abraham, þá var hann 70 fyrst. Eða 75. Ok, komdu, ég ætla að taka mig yfir í nýtt land. Þú veist, ef ég hef verið Abraham, þá hef ég sagt,
Hvernig gerðu þetta ekki á 30 ára? Það hefði verið miklu auðveldara fyrir mig þá. Miklu minna mál, miklu minna dót, miklu færri konur, miklu minna færri dýr. Þú veist, nú þetta bara svo erfitt. En 70. Herðu, svo ætla ég að lesa úr 17. kafli 1. Mósebók. Það stendur. Og þegar Abraham var 99 ára, 90. Ég ætla bara að segja ykkur það, þið hættið aldrei krakkar, þið gefist ekkert upp. Það bara ég sennilega bara öldungur hérna á meðaleikar og ég ekkert að gefast upp. Ég ætla ekki að hætti, fyrir 99 ára geti komið eitthvað, sko. Þú veist, ég ætla ekki að missa af því. 99 ára gamall, þá birtist drottinn honum. Hver vill það ekki? Þó ég þurfa að bíða til 103 ára þá gerir það. Það veist, ég ætla bara, þetta vil ég fá. Og svo drottinn segir, ég almáttugur Guð, gakk þú fyrir mínu augliti, verð grandvar og þá vil ég gera sáttmála milli mín og þín og margfalda þig mikillega. Það gera það föður margra þjóða, gera þig mjög frjósaman, gera þig að þjóðum og af þér skulu konungar koma. Ég geri sáttmála milli þín og mín og niðja þinna eftir þig, fór einum ætli til annars. Gera langa sögu stutta. Þetta að blassa alltaf saga. Svo fæðist drengurinn sem var fyrirheitið, sem var búið að lofa. Og þegar hann bara réttagangin í úlsárin, þá segir Guð, jæja, nú ferðum við guttan upp á fjall og þú taktu með þér efni í bálköst og altari og hníf. Hvað það að gera upp á fjall? Upp á fjallinu var fórna, sjáðu. Býr til altari, hníf. Ok, Abraham hugsa, ok, ég að fara að fórna sinni minn. Og takk þetta. Þetta var náttúrulega sonur hans. En þetta var líka fyrirheitið. Þetta var það sem allt hafði snúist alveg frá byrjun. Og nú áttu bara að deyða það. Þetta svakalegt. Þeir eru að lesa hennar kafla. Þetta í 22. kafla. Þetta alveg svakalegt. Og Abraham var faðir trúarinnar munið. Hann segir við þjónuna, þú veist, ég og strákurinn, við komum aftur niður. Sjá trúna. Þú veist, ok, þó ég þurfa fórnunum, þá mun Guð reisa hann við og við komum aftur, því hann var búinn að lofa honum. Hann búinn að lofa honum. Hann stendur við loforðin. Eða hann gerði eitthvað annað, og hann gerði eitthvað annað. En svo kemur beauty í þessu, sjáu þið. Þá segir drottinn, ég sver við sjálfa mig að fyrst þú gjörðir þetta og synjaðir mér eigi einkasonin þinn. Hann var sem það hann átti að fórnunum. Og fyrst að þú, Abraham, varst tilbúinn að fara og fórna þínum einkasyni. Hann átti fleiri syni, menn akkur var hann einkasyni. Þetta var fyrirheitið. Þetta var það sem allt snerist Þetta var, án hans hefði þetta ekki gerst. Og hann átti að fórnunum. En af því að þú gerðir það og varst tilbúinn, segir drottinn, þá sver ég við sjálfa mig og þá skal ég ríkulega blessa þig, stórum margfalda kyn þitt, sem stjörnunum var ekki búinn að lofa þessu. Hann búinn að lofa þessu. Og nú þarf hann að sverja við sjálfan sig að gera þetta. Við komum þessu eftir í Hebreubréfinu eftir hvað akkirið Það þetta. Kom að því eftir. Ég skal ríkulega blessa þig og stórum margfalda kynið sem stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd. Og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvinna sinna. Og af þínu afkvæmi, takt eftir, af þínu afkvæmi, ekki af þínum afkvæmum, heldur af þínu afkvæmi. Það eitthvað afkvæmi þarna sem kemur. Hlustaðu, skulu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta vegna þess
að þú hlýddir röddu minni. Og ég vil bara minna ykkur á það, elsku vinnir, að svo kom svo stund að einkasonur Guðs, honum var fórnað. Og hann sagði fyrst að þú varst tilbúin að fórna þínum syni Abraham, þá skal ég fórna mínum til að láta það gerast sem þarf að gerast. Og það var Jesús. Og þetta fyrirheiti engin annan en Jesú. Hlustið á Galatabréfinu. Bræður, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir, við skulum stökkva aðeins. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og afkvæmi hans. Og sjáðu, það stendur ekki afkvæmum eins og margir ætti hlut. Ég að lesa, sko. Ég ekki að segja þetta. Ég ekki endurtaka mig frá því áðan. Þegar nú stendur í Galatabréfinu, nú voru fyrirheitin gefin Abraham og afkvæmi hans. Það stendur ekki afkvæmum eins og margir ætti hlut, heldur afkvæmi þínu eins og þegar einn að ræða. Og það Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, og svo vitnar hann í sáttmála sem hann gjörðist. Og þá erum við komin að bréfinu. Sjáu, skulum við lesa. Nú skrifar Hebreubréfið þarna þetta litla sögu sem ég var að hlaupa yfir núna á Hraðbergi og vísar í hana. Þegar Guð gaf Abraham þetta fyrirheiti sem við vorum að lesa, þá sór hann við sjálfan sig. Það sem hann hafði við engan aðri að sverja. Guð, þetta pælið í þessu. Guð búinn að lofa Abraham þetta og hann var svo ánægður með að hann skildi hlýðunum með að fara með guttunum upp á fjall. Hann sagði, ég ætla að sverja það, ég ætla að halda. Við hvernig á ég sverja það? Einhver með biblíu sem getur rætt hendur? Nei, ég meina, við hvernig á ég sverja? Þú sverði á eitthvað aðra og heilar og aðra heldur en þú. Hann hafði það ekki. Það var bara hann, svo hann var að sverja við sjálfan sig. Ég sver við sjálfa mig. Sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum. Hann hafði beðið þess með stöðuglyndi. Þetta stöðuglyndi svo pirrandi maður. Þar ég held að hafa eitthvað svona stöðuglyndi. Ég meina, á hverju? Get ekki fengið þetta bara? Mamma, mig langar í súkkulaði. Ég vil ekki, svo byrja bara gráturinn út í búði, ég vil fá súkkulaði, sko. Já, það á laugardaginn. Já, það nammidagur. Já, nei, ég vil það núna. Og við viljum allt núna. Við viljum þessi instant kynslóð, við viljum svona sjálfsala kynslóð. Við viljum kaupa allt og fá allt bara úr sjálfsala, ít og takka og þá kemur þetta. Stöðuglyndi eitthvað sem að við fáum þegar við erum 99 ára. Þetta þroskaferli, krakkar. Smátt og smátt áttum okkur á því út á hvað allt þetta gengur. Og ég sem hélt að þetta snerist bara moi. Ég og mig frá mér til mín. Hvað það Guð að gera fyrir mig? Fyrst maður átti að segja á því að það var ekki það. Smá vonbrigði. Ég held ég væri aðalnúmerið, sjáðu. En býttu, nei. Þetta viðtekarinn það, Haldur minn. Þetta pínlítistærið þú, bara pínu. Hann beið með stöðuglyndi. Það var ekkert ástæðulaus sem hann kallaði faðir trúarinnar. Svo kemur. Þetta Hebreubréfinu 7. kafla áfram. Menn sverja eið við þann sem æðri, eða sem æðri Eiðurinn þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Ég sver að þetta svona og þar með það útrætt mál. Með því nú að Guð vildi sýna þeim sem fyrirheiti var ætlað. Guð kemur þetta. Guð ætlaði að staðfesta eitthvað, hann var að sýna eitthvað.
Hann ætlaði að sýna þeim enn skýrar hver ráð sitt væri óraskanlegt. Einu sem mislaði sig þetta alltaf. Órannsakanlegt. Þetta var svo djúpt, ég gæti ekki náðu þessu. En það er óraskanlegt. Það er ekki hægt að hrófla við því. Og af hverju er ekki hægt að hrófla við því, af hverju er ekki hægt að raska við því? Af því það er akkirðar. Þú hreyfir ekki það sem er bundið við akkeri Guðs. Og sjáu hvað það segir. Vegna þess að hann vildi láta þetta koma skýrt fram, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það var ekki nóg að lofa það Abraham þessu. Heldur sóra hann síðan í kjölfarið við sitt eigin nafn. Herri, ég sver að ég skal halda þetta lofa sem ég gaf þér. Flest okkar hefur bara sagt, já, wow, ef Guð segir það dugar. Þú þarf, Guð er ekki, þú þarf ekki að vera sverri neitt með, ég trú þér. En Guð er mikið í mun að þú vitir að það sem hann hefur sagt við þig, það sem hann hefur lofað þér, það sem hann ætlar að gefa þér og hefur gefið þér, það mun hann standa við. Það mun hann standa við. Það er óhugsandi nefnilega að Guð fari með lygi. Og því er þetta tvennt. Loforðið hans og eiðurinn hans sem er óraskanlegt. Mikil uppörun fyrir okkur. Þetta tvennt er mikil uppörun fyrir okkur. Þessu er ætlað að uppörfa þig að Guð lofar, síðan svera við sjálfan sig að hann muni halda sitt loforð. Fyrir okkur sem hefur leitað aðhvers, og það hefur þú gert og ég, við hefur leitað aðhvers í þeirri sælu von sem við eigum. Þeirri sælu von. Hver er vonin? Að allt þetta sem Guð hefur sagt, allt sem hann hefur lofað, allt sem hann hefur svarið við nafn sitt við að gera, það er vonin okkar og þessi von er eins og akkeri fyrir sálina. Þú getur hvílt í því, elsku vinur. Þú getur hvílt í því að það sem hann hefur sagt, það sem hann hefur lofað. Það er tvennt sem er í því. Annars vegar, það sem ég er að lesa hérna úr í Biblíunni, Guðs orð, það sem hann lofar þar, öll þau lofar koma bara með já og amen. Þú getur treyst þeim. Ef hann segir, ég ætla að hugsa þig, þá hugsar hann þig. Ef hann segir ekki að hafa áhyggjur á morgundeginum, þá þarftu ekki að hafa áhyggjur á morgun. Við erum eins og þetta allir snillingar í því að hafa áhyggjur á morgundeginum. Þú veist, við höfum ekki alveg verið að því að hlusta alltaf á Guð með þetta, sko. Hvað segir þú? Þarf ég ekki að hafa áhyggjur á hverju? Morgun, já, ég mista því sem þú sagðir þarna og ég ætla að hafa áhyggjur á morgundeginum. Við erum svolítið í því að hafa áhyggjur. Sumir eru miklu meiri snillingar en aðrir reyndar í því. Sumir eru svo miklu snillingar að þeir missa svefni yfir því, sko. Áhyggjur eru skelfilegar. Og ef það breytist í ótta, þá er það bara drepandi. Manndrepandi. En Jesús segir, þú þarft þess ekki. En hann veit ekkert, hvað veit, hann býr ekkert núna á 21. öldunni, hann veit ekkert hvernig þetta er í dag. Ok. Já, hann er upp á allt öðrum tíma. Já, hann þurfti ekki að hafa neina áhyggjur þá, er það? Setjum líf hans, til dæmis. Sjáu þið, öll oss loforð. Loforð hans, sem er orðið hans, sem hann talar, og síðan hann sjálfur sem hann sver við, sem er eðlið hans, hann getur ekki logið. Þú getur treyst í að eðlið hans er þannig að hann er kærleikur og hann lýgur ekki. Og þegar hann lofar, þá stendur hann við orð sín. Þetta er vonin sem við eigum, sem er eins og akkeri fyrir sál okkar, traust og örugt, og svo kemur beautyð og nær alla leið inn fyrir fortjaldið
þangað sem Jesús gekk inn og opnaði okkur leið þegar hann var æðsti prestur að eilífa hætti Melkisedeks. Hvað þýðir þetta? Ok, hann er ekki bara að lofa þér því að hann muni hugsa þig með fæði og klæði og húsnæði. Þó hann svo sannarlega vilji og geti gert það og geri það. Hann er að taka lífið þitt algjörlega inn að hásæti Guðs, inn að hásæti hins heilaga föður, þar sem þú mátt koma réttlætur fyrir trú, hreinn af hreinu blóði Krists, staðið frammi fyrir Guði, teinréttur eða teinréttur, og þarft ekki að skammast þín fyrir eitt eða neitt því hann hefur gert þig heilan. Hugsa þér. Vá. Þú mátt koma inn fyrir fortjaldið. Munið í gamla, þá var fortjaldið lokaði bara. Það var bara einn prestur, æðsti prestur sem átti fara. Kristur tók þetta og það er loforð hans. Komdu alla leið inn til mín. Þú mátt dvelja í mér, með mér, hjá mér. Þú er minn, ég er þinn. Ég er í þér, þú ert í mér. Vá. Ég verði að viðurkenna alveg, ég veit ekki hvort ég hefði alveg nennt að bíða til 99 ára aldurs eftir að fá þetta. En sama, það getur verið. Ef það hefði ekki komið fyrir þá er þess virði margfalt. Amen. Svo þetta er akkeri sálarna. Ef þú bindur þína sál við þetta akkeri, ef þú setur traustið á þennan Guð og orð hans og heit hans, þá er þér borgið. Jafnvel þú finnir ekki neitt, jafnvel þú sjáir ekki neitt. Takk eftir. Jafnvel þú finnir ekki neitt, þú sjáir ekki neitt. Þá gerir svo Abraham, þú er stöðuglindur. Þetta er hundleiðilega orð, stöðuglyndi. En það er þarna vegna þess að við það bindur sál þína og þú ferð í gegnum lífið. Og þú sér að þú kemur réttu megin út. Þú kemur réttu megin út. Mér langar ekki þegar ég er 99 ára að sitja í kirkjugarðinum og hugsa með mig. Þá er ég að meina ekki í gröfin, heldur bara að sitja þar. Ég tala bara setjast og horfa á eða rölta kirkjugarðin og hugsa með mér, vá, ég fann aldrei þetta akkeri. Nú er ég bráðum búinn og ég fann ekki akkeri. Þetta er búið að vera rótleysi og leiðindi og vesinn fram og tilbaka. Ég vil geta sest niður og segja hei. Jú, það er búið að vera rót. Það er búið að vera hamagangur, það er búið að vera öldungangur, það er búið að vera stormur. En ég á akkeri. Og mitt líf er bundið í það, minn sál er bundin í það. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér fyrir náð þín og miskunn. Þakka fyrir orðið þitt, lofur þín og þakka fyrir að þú ekki bara lofaður okkur, heldur sóstu við sjálfa þig að þú myndir halda þessi lofvörð. Við erum þín og þú ert okkar. Það er því stærsta lofvörð. Í þér eigum við örugt athvarf. Örugt athvarf til að hvíla. Þrátt fyrir storma lífsins getum við hvílt í þér. Þrátt fyrir endalausa storma, drottin og öldugang. Og stundum er það miklu meira heldur en okkur finnst við geta tekið. En þá ert þú samt okkar akkeri. Drottin, ég bið fyrir blessun yfir hvern og einn sem er að hlusta, bæði hér í salnum og heima eða hvar sem þið eru, hlusta við skjáinn. Að þú mætir sér hver þörf og biðum að koma með orð þitt og setja það djúpt inn í hjarta hvers manns og hverja konu, hvers barns.
að með festa rætur og bera þar ávöxt. Og Drottinn, við vörpum þessu akkeri núna í líf okkar, akkeri sálar okkar, sem traust á þín loforð, sem þú sóst við þitt nafn að þú mundir halda. Þú bregst okkur aldrei. Takk, Jesús minn. Takk, Jesús. Það einhver sem með hvað heitir þetta? Kinnhólubólgur, eða það til. Það til, kinnhólubólgur. Þau fylgja verkir óþægindi, við vitum það örugglega. En Guð lækna núna og gjörðu þið heila. Núna. Núna. Í Jesú nafni. Takk, Jesús. Ein uppörun til þín, ég veit ekki hver þú ert, en Guð segir bara það sem gerðist á efri árum úlingsára þinna, það búið. Ég held engu í gegn þér, þér fyrirgefið, þú ert laus, þú ert frjáls, fyrir Jesú nafn. Takk, Jesús. Sjúkdómur sem í húðinni þinni. Guð setur sitt smyrsli yfir hann núna. Heilorandi kemur og græðir sárin, gerir húðina heila. Í Jesú heilaga nafni. Takk, Jesús. Guð er góður. Hann er bara góður. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Þeir sem geta sjáumst á bænastund á miðvikudaginn, hinn aftur á sunnudaginn. Það er fleiri á döfinni, það er náttúrulega United 9. muniði, eða ég komist á að vera gaman þá. Og svo erum við að skoða núna að setja af stað svona smáhópa samfélag innan kirkjunnar og þið fáið að heyra betur það bara eftir áður en langt líður. Guð blessi ykkur, sjáumst glöð. Matur framið, það er súpa, búið að elda þessa dýrindi súpu. Þetta er þessi 3. sunnudagurinn í röð eða eitthvað svoleiðis sem við fáum svona flotta súpu. Ef þið hafið tíma til að staldra við og fá okkur súpu, gjörðu þið svo vel. Sjáumst. Nú er samkoman á enda. Við þökkum fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir 1 viku.